Taktikinn í boði Jakko og UMFI. Let's go. Já, komið sæl og velkomin í taktíkina. Það eru breyttir tímar, það hefur ekki farið fram hjá neinum og við þurfum að svara því hér líka. Það kannast eflaust margir við það að vera að æfa heima hjá sér og við ætlum að tilenga þáttinn því að þessu sinni. Hingað til mín í settið er ég komið góðan gest, Egill Ármann frá Training for Warriors. Velkomin. Takk að þér skóli. Hvernig hefur gengið svona að aðlagast þessum nýju aðstæðum? Bara vel. Þetta er búið að vera lærdómsríkur og frábært tími eiginlega bara. Auðvitað er þetta öðruvísi en á sama hátt er þetta öðruvísi skemmtilegt. Það eru mörg tækifæri og það eru skemmtilegar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og ég meina við allan hjá okkur höfum við náð að tækla þær bara mjög vel. Það komið svolítið óvart sko þegar ég heyrði í þér að þá sagði ég kemst hérna einhvern tímann í hádeginu, ég er með æfingu morgunin og svo seinnipartinn líka, þannig að það er ennþá æfingar en þær eru vissulega ekki í stöðinni. Hárrétt. Við erum að halda úti allavega einni æfingu á dag sem að við tökum live og þar getur fólk komið inn og tekið æfinguna með okkur. Við erum líka með vídeo af heimaæfingunni sem að margir hafa verið að taka á mótnana og allt yfir daginn. Hún er yfirleitt komin inn á kvöldin, þannig að þeir sem æfa 6 geta tekið hana þá. En við erum með fulla dagskrá í rauninni allan að hvað var að mig, að það er nóg að gera. Við erum alltaf með svona smá morgun pepp á mótnana og svo í dag vorum við með liðkunaræfingu klukkan korter yfir 10 og svo vorum við með live heimaæfingu klukkan korter yfir 5 í dag. Þannig að það er alveg það er nóg að gera og við erum að halda þéttri dagskrá, þannig að við höldum þessi mikið í rútínu og hægt er. Og svo alltaf á sunnudögum að þá förum við yfir vikuna og rennum síðan yfir næstu viku hvað áherslur eru, hvað við erum að gera, fáum eitthvað feedback frá fólki og svona gerum þetta saman. Nú Training for Warriors, æfingakerfi eins og mörg önnur, crossfit og önnur sem byggja á samfélagi og samheldni. Það hefur náttúrulega breyst svolítið mikið á þessum tíma, eða hvað? Við sjáum bara náttúrulega núna sérstaklega hvað þetta er sem við erum búin að vera að búa til. Ég vil meina að við sem erum búin að undirbúa okkur að einhverju leyti undir þetta sem er að gerast, ekkert endilega akkurat þessa veiru, heldur bara að það gerist eitthvað sem eru aðstæður sem við ráðum kannski ekki mikið við. Við erum mikið að fara yfir andlega hlutan og hvernig ætlum við að eigast á við þær áskoranir sem koma og það sem stendur í vegi fyrir okkur. Þannig að við erum svona búin að einhverju leyti búin að undirbúa okkur svona smá andlega undir eitthvað svona, en eins og segja kannski ekki nákvæmlega COVID, en þannig að ég segja að til dæmis minn hópur að við erum klára að takast á það sem kemur. Þannig að, og ég sé það hjá fólki og það heyrir í mér og ég heyri því reglulega að fólk er ánægt og fólk er að halda sér við efnið og þeir sem eru aðeins að detta til hliðar að, ég heyri þeim og kemum aftur á stað og við höldum áfram og svo eru meira þess að aðrir kúnnar sem að heyra í hinum og peppa hvort annan áfram. Þannig að þetta er svona, tala síðustu ára, við erum svona ákveðin fjölskylda og það er eiginlega bara sannast ennþá meira núna. Nú hefur þetta verið að breytast með mikið ástandið og erfitt að skipuleggja mikið fram í tíman. Er komið svona meiri rútína á þetta núna heldur en þegar óvissu ástandið var fyrst, kemur samkomubann eða ekki? Alveg klálega. Við byrjuðum á því að halda út til 5 æfingum á dag, á morgnana og seinnipartinn og þar fór nú eiginlega bara mestu tími dags í að þrífa og það var alveg hörku vinna, gaman að vissu leyti, öðruvísi, fólk var svona smá smeykt í aðstæðunum, hvað maður vera nálægt og við erum búin að stilla öllu upp þannig að væri nóg pláss fyrir alla og takmörkunni tíma. Síðan bara köttum við á þetta á laugardegi og samkomubanni kemur á mánudegi. Þannig að ég var eiginlega mjög ánægður því að við vorum búin að undirbúa þá vikuna það sem að koma eftir. Þannig að það eru miklu betri aðstæðurunni núna heldur en þessi síðasta vika fyrir samkomubann þar sem að fólk eru öruggari í sínu umhverfi og þarf ekki að vera að pæla hvort þeir sé ekki móð nálægt einhverjum eða ekki. Nú eru margir bara öll þjóðin er að lenda í þessu að vera að æfa heima hjá sér og þetta getur verið svolítið erfitt. Það getur verið erfitt að halda dampi, klára æfingar, vera með langar æfingar, markvissar æfingar. Þarna kemur inn að það skiptir máli að vera með einhvern ákveðin strúktúr á æfingunum svo maður nennið þessu og haldið þessu til streitu. Algjörlega. Ég vil meina að þú verður að hafa
plan, að því ekki að fara bara stefnulaust í gegnum það sem þú ert að gera, þú verður að vera með eitthvað plan sem þú ert að fara eftir. Þá er ekkert endilega að tala bara æfingaplan, heldur líka bara, þú veist, hvað ætlar að láta krakkarnir að gera í dag, hvað ætlar þú að gera í dag, vera með þannig að sé ekki bara laugardagur 7 sinnum í viku og halda því út bara tímasetningar, hvenær ætla ég að taka æfingu, hvenær ætla ég að gera þetta og síðan kemur svo hlutin að því hvernig æfingar við ætlum að taka. Þannig við séum ekki bara að taka æfingar sem að reyna rosalega mikið á pumpuna, við séum mikið á þolæfingum, mikið á endurtekningum í einu, heldur að við séum líka að hægja hreyfingum og gera kannski svona nær styrktaræfingu heldur en þolæfingu. Svo lendir maður í því, ég örugglega einn það að maður svona fer peppaður inn í þetta, mánudagur, þriðjudagur, miðvikudagur, fimmtudagur og helviti erfiður sko og svo verður þetta strempið sko, nenni ég að fara á heimaæfingunum mína. Það allt öðru seldan að mæta inn í stöð þar sem fullt af peppandi fólki sem gefur þér bara 5 og þú kerir af stað. Algjörlega. Við erum búin að, með þessum æfingu sem við tekið live, að þeir sem hafa lent í því að detta þess út og svona ekki ná að fylgja eftir svona krafti sem var, að ég benti má bara konto einu svona æfingu, að því að þarna færður svona meiri upplifun eins og sért í hóp, eins og sért að gera þetta á æfingunni í ræktinni og margir hafa eftir það bara geggjað, nú held ég áfram og ég hlakka til að koma á næstu svona æfingu. Það er svona, gefur fólki rosalega mikið, það er svona eins og þau séu saman. Og líka þá að mæta á einhverjum tíma því að einhverju svona, já ég gerir þetta svona cirka klukkan 10, kannski ég er best að fara að setja hrísgrjóna á meðan ég er að gera æfinguna, láta tíma vinna með mér og svo dregst hún eitthvað áfram og svo enda ég kannski að gera bara 5 eða 10 minútna æfingu. Já, mér finnst bara algjörlega fólk að því að ef það er í boði á þeirra stöð að taka svona live-æfingar að fara í það, en annars myndi ég vilja sjá fólk vera að búa til bara stundarskrá, bara ég ætla að æfa hér og ég ætla að æfa hér þessi tími fyrir þetta, alveg saman hvort við séum að fara út að hlaupa eða ganga eða taka æfingarnar sem stöðun okkur býður upp á, að vera með fast móta hvenær ég ætla að gera hvað, þannig að það sé einhver stefna í því sem hún er að gera. Það er alltaf að taka eitt að einu, en þú þarft að vera með stefnu til að fylgja einhverju plani. Það er svona stærsti hlutin sem ég held að fólk sé að flaska á í dag. Nú er það þannig að sko, heimarækt og gymlóð og annað seldist mjög fljótt upp. Sko, hvað var það búnað? Þarf maður mikinn búnað í svona heimaæfingar? Í rauninni ættir ekki þurfa neitt. Það er einfaldasta svarið. Þarf ég eitthvað meira? Já og nei, en langar mig í eitthvað meira, það er kannski meira já þar. Mér langi meira, en ég þarf þess ekkert endilega. Mikið af þessu búnað á eftir að hlaðast upp einhvers staðar og inn í geymslu og vera ónotaður í langa tíma eftir að ástandið er búið. En fyrir mitt leyti þá segi við þurfum ekki búnað, en ef við eigum frábært og ef við komumst yfir búnað bara gott, en þurfum við, nei. Við getum farið í gegnum allt, bara ákveðna típur á æfingum, öðruvísi hreyfing, hægar hraðar, það skiptir ekki máli hvort við séum með búnað eða ekki. Þarna hlýtur að reyna mjög mikið á þig sem þjálfara og aðra þjálfara í landinu að vera með fjölbreytt prógram í svona ástandi þar sem að fólk á mismikið að búnað, jafnvel engan búnað. Algjörlega. Æfingarnar sem við förum í gegnum eru allar miðað út frá engum búnaði, en það er hægt að bæta við búnaði, bjöllum með handlóðum með eitthvað svoleiðis inn í æfinguna og við tökum þá fram bara, við erum fara að gera þessa æfingu, það er hægt að gera hana svona með lóðum, það er hægt að gera hana svona með teygju, en þetta er planið og þið ráðið svo bara eigið það eða eigið ekki og þá notið það ef þið getið. Þannig að þetta er auka, en þetta er vinnan og þetta er áhugamáli og þetta er skemmtunin, þannig að skiptir mig engu máli þótt eða 10 orðum í viðbót til að nefna hvað er hægt að breyta sko. Ef þau eru bara aðlaðið af aðstæðum og aðlaðið af fólki. En svo er þetta líka með sko þessa fjölbreytni í æfingunum, þetta þarf ekki alltaf að vera þessi æfing á dýnunni heima með teygjur, þetta getur verið göngutúrin, eitthvað með fjölskyldunni eða eitthvað sem er að gera við daginn, bara halda sér á hreyfingu. Halda sér á hreyfingu, ná þessum allavega klukkutíma á dag, það sem er einhver hreyfing, göngutúr, bara frábært, út að skokka frábært, margir hafa verið að fara út að hlaupa núna sem ekki hlaupið í mörg ár, sem er bara ótrúlega flott. Það er eiginlega hálfvont að þessar aðstæður sé að koma okkur á þann stað að fatta að hreyfing skiptir máli og heilsa skiptir máli. Þannig að það er vont á sama tíma og það er ótrúlega gott. En það er leiðilegt að þetta sé ástæðan fyrir því að fólk fattar að bara, ég þarf að gera eitthvað í hlutunum til þess að vera hraustur og góða heilsu.
En eins og með afreiks íþróttamenn, þeir þurfa nú kannski aðeins strangari ramma en það eru þeir bara í strangari æfingum svona heilt yfir almenn. Hvernig með svoleiðis einstaklingar sem hafa verið að æfa hjá þér? Ég er kannski á öðru sér stað, ég er með meistaraflokk karla í handbolta og meistaraflokk kvenna í handbolta. Þessir hópar eru svona eiginlega bara komnir í pásu, sérstaklega kallarnir. Þannig að það er eiginlega bara búið að gefa þeim frí eftir langt tímabil og hvort það verður eitthvað meira, við vitum það ekki, en þeir eru bara sjálfur að gulla allavega núna eins og og svo tökum við stöðuna núna fljótlega aftur hvað við gerum. En við ætlum ekki bara að tala æfingar í þessum þætti, við ætlum líka að fara í æfingu. Hvað eru að fara að gera hérna eftir auglýsingalíu? Við erum að fara í styrtaræfingu sem er svona svo æfingu kannski sem að er svona mest ítt til hliðar eða fólk svona áttar sig kannski ekki á að sé hægt að gera styrk með ekki neitt. Þannig að við ætlum að fara yfir núna eftir 2 mismunandi hringi, þar sem við verðum bara með 3 æfingar í einu og 5 endurtekningar og við ætlum að hægja verulega á tempónu í æfingunum og bara svona gullum í gegnum þetta fyrir rólega nokkra hringi. Þetta er sett upp eðlilega í 15 mínútur, annar hringurinn og svo hinn hringurinn 3 æfingar í 15 mínútur og 5 endurtekningar á hverju æfingu og þetta gefur alveg helling. Pumpan fer ekki droslega hátt upp en við erum að taka vel á vöðuna. Við erum aðeins takmarkaðan tíma náttúrulega með þáttinn bara 15 mínútur eftir hlé. Það væri vanalega alltaf uppbytun á undan svona æfingu. Já, við tækjum góð uppbytun, hittum rosalega vel upp, tökum alveg 5 til 10 mínútur í uppbytun, það fer bara eftir hvað við erum að gera, en uppbytunin hefur alveg hjá okkur farið upp í 20 mínútur. En núna ef fólk vill gera þessa æfingu þá bara að gera að taka góð uppbytun aðeins fyrir efri búk og neðri búk og síðan bara henda sér í æfinguna og taka einhver góðan kvið í lokin. Þannig kemur tímaflakki mjög sterkt inn að það er bara að pása þáttinn og halda svo áfram. Halda svo áfram, það er mjög gott. Við ætlum að taka örstuð hlé og stilla aðeins hérna upp. Við höldum síðan áfram eftir auglýsingar. Taktikinn í boði Jakko og UMFI.